Já, góður áhorfendur, hjartalega velkomin hér í Ásgarð. Hér erum við að hefja útsendingu á kappleik í Vísbikar kvenna Stjarnan Þór Akureyri. Og þetta er leikur sem er í 16 liða úrslitum og þetta er nú önnur helgin í röð sem að Stjarnan mætir Þór Akureyri. En Þórsarar öllu sterkar í dag heldur að þær voru síðast þegar Stjarnan vann þær. Því að nú er Þórsliði fullskipað, það voru stúlkur þar sem að voru ekki með í síðasta leik og það eru allar líkur á því að þetta verði spennandi leikur. Við erum að undirbúa okkur hér undir að koma leiknum í loftið, vonandi er þetta allt bara úti og hljóð á öllu en við erum eftir að dúlla okkur hérna smá í sambandi við útsendinguna. Birtum ykkur á eftir liðin. En ég ætla ekki að lýsa leiknum á annan máta heldur en bara að bjóða ykkur velkomna og þið njótið hans meðan hann fer fram. Takk fyrir.
mínútur. Þá erum við komin hér í hálfleikinn og kannski áhugavert áður en fólk fer og næsir í kaffi að hérna kíkja á tölur úr leiknum. Þetta eru þetta bara í járnum og enda hér að ganni inn upplýsingum úr leiknum inn af statistikvef Körfuboltasambandsins. Það er nú ekki alveg búið að uppfæra sem kerfið. Það lítur að gera þetta augnablik. Allavega þarna sjáum við að í stigum Diljá Ögn Lárusdóttir úr Stjörnunni stiga hæst Stjörnumegin og Þórsmegin það Heiða Hlín sem er með 10. Ann Mattisson er með 9 stig Þórsaramegin, Ísholt með 12. Nú í fráköstum Riley og Mattisson að slást það hver fyrir lengst. Mattisson með 13 fráköst og Riley með 12. Og í stóðsendingum nú lítið að ske þannig lagað. Ef við horfum á nýtinguliðana þá hérna kannski áhugavert að í 2 stiga skotum nýting Stjörnunnar 50%, 14 boltar ofan í af 28. Þórsarar gætu bætt sig þar með 9 bolta af 26, 34% í tvistum. Hins vegar 3 stiga nýting Þórsarana umtalsvert betur heldur hjá Stjörnunni. 44% nýting, 4 boltar af 9 niður. Það sem að Stjarnan hefur skotið 13 sinnum 3 stiga skotum og sett 2. Nú svona í meginatriðum sé ég nú kannski ekki neitt stórkostlegt í þessu en við bara tökum okkur smá hlið, drögum niður í hljóðinu til þess að fá ekki einhverjar hótanir úr útlandinu en við teljum þetta niður í hálfleikinn og hefjum svo útsendingu eftir 12 mínútur. Takk fyrir.
Jæja, þá leiknum lokið og við erum, Stjarnan komin í 8 liða úrslit úr þessum 16 liða. Dregst nú sjálfsagt á móti sterkara liði ef allt eðlilegt, en leiðum við þökkum Þórsurum hér fyrir góðan leik. Þá hendum við upp hér að ganni svona upplýsingum úr leiknum og þar eru auðvitað útlendingarnir í stóru hlutverki og þó Diljá með 28 stig, Riley með 24, Ísolt með 22. Í fráköstum Riley með 22 fráköst, Berdís með 9 og Diljá með 5. Þórsmegin erum við með Mattisson með 23 stig, Heiðarlín með 21 og Hrefna með 17. Og í fráköstum Mattisson með 17 fráköst og Ruth Herner með 7 og Heiðarlín með 6. En leið og við þökkum fyrir, þá minnum við á það að næstu leikir Stjörnunnar eru útileikir, bæði kvenna og kalla, sem fara fram á Sauðárkróki á fimmtudaginn. Og þessi fimmtudagur 3. nóvember og þá spilar liðið Tvíhöfða og allavega kallaleikurinn verður sendur út á Stöð 2. En við þakkum kærlega fyrir okkur í þessari útsendingu og kveðjum að sinni hér úr Ásgarði. Takk kærlega fyrir.